Samþætting veiða og vinnslu skiptir höfuðmáli til þess að hægt sé að vinna gæðaafurðir í fiskiðjuverum eða mjöl- og lýsisvinnslum. Uppsjávarvinnslur eru víða landið. Hérna sjáum við helstu staðina þar sem afurðir eru unnar. Skipaflotinn þarf að vera öflugur og vel búinn og síðast en ekki síst þarf að vera valinn maður í hverju rúmi. Þetta Börkur NK sem senn heldur til loðnuveiða á grunnmiðunum út af Snæfellsnesi. Við ætlum að kynnast starfi skipstjórans, Karlsins í brúnni og fyrsta stýrimanns. Börkur öflugt skip, 3600 tonn að stærð, lengdin 80 metrar og breiddin 17 metrar. Allur aðbúnaður áhafnarinnar góður og tækjabúnaður af fullkomnustu gerð. Loðnan veidd í nót og á miðunum þröng á þingi. Skipstjórinn hefur því í mörg horn að líta. Mikið að tækjum og mikið að skjám til að horfa á. Við erum með astig til að leita að fiski á tveimur tíðnum og svo náttúrulega dýftarmæla og strömmlogg og alls kyns nema á veiðarfærunum og þannig að það ýmislegt sem það að fylgjast með. Hver eru þín helstu stýritæki? Já, það náttúrulega bara að nota mest við veiðarnar, nota maður astigi. Það að leita að fiski og sjá hvaða dýpi fiskurinn og svo bara koma sér veiðarfærunum utan það. Engu að síður gamla góða talstöðin mikið notuð, svo og farsíminn. Á nótaveiðum skipin svo til á sama punktinum. Og menn bara kasta þeim leið og pláss fyrir það. En menn gerir þetta allt í sameiningu þannig að það kemur nánast aldrei neitt upp á þannig. En skipstjórinn þarf að vera vakandi? Já, sjálfsögðu. Það þarf að vera að klára hverjir eru í kringum hann og hvernig skip reka og annað. Þannig að þetta fari ekki í vilsu. Hvaða leiðir hefur skipstjórinn til þess að hafa beint samskipti við áhöfnina? Við erum það allir í talsambandi í talstöð sem við erum að vinna og það heyr allir í öllum ef við verðum að gera eitthvað, við erum að hífa fram á og segir hann frá því í talstöðun og þeir heyra það sem eru aftur á. Þannig að það eiga ekki að koma upp neitt svona þannig að einhver viti ekki af því að þið verða að hífa í einhvern mýri eða eitthvað. Þannig að menn heyra allir í öllum þannig að þetta á ekki að verða neitt. Það eru allir mikilvægir borð? Mjög. Þetta erum tiltölulega fáir en þetta leysist allt með góðum tækjum og góðum græjum og góðum samskiptum náttúrulega. Þá gengur þetta fínt. Hversu mikilvægt að allir viti hvað að þeim snýr? Já, það bara gríðarlega mikilvægt því að það tekur tíma frá mönnum að þurfa að vera að segja öðrum til. Þannig að við höfum bara ekki mannskap í það að vera í einhverjum leiðbeiningum. Þannig að menn verða bara að kunna það sem þeir eru að gera og þá gengur þetta bara eins og smurði vél, rúlar þetta fínt. Íslenski uppsjávarflotinn hefur tekið miklum breytingum á undanförnum árum. Skipin eru stærri og betur búin á allan hátt. Kapp lagt á að koma með hráefnið sem ferskast að landi. Stýrimaðurinn leysir skipstjórn af og ber ábyrgð meðal annars á vinnunni á dekki. Mitt aðalhlutverk á nótaveiðum að draga nótina. Og þetta náttúrulega allt saman hundvanir menn og vita raun og veru allir hvað þeir eiga að gera. Þannig að í raun og veru þarf fyrst í stýrimaður voða lítið að stjórna. Þetta gerist allt sjálfkrafa. Það mikilvægt að allir séu samhentir? Já, það mjög mikilvægt. Þetta náttúrulega áratuga reynsla hérna hjá mönnum. Það eiginlega einhver óvanir hérna. Hlutverk fyrsta stýrimanns breytilegt eftir því hvort skipið notast við flottroll eða nót sem veiðarfæri. Já, við sjáum að það sé, reynum að sjá að það sé á til nóg af öllu borði í skipinu svo að sé að takast á við eitthvað fer úr skeiði hjá okkur. Það svona okkar ábyrgð að það sé til. Nótin stórt og mikið veiðarfæri. Þessi nót sem við erum með núna 240 faðma löng og 60 faðma djúp. Þannig að það nokkuð stór grunnnót. Að vera skipstjóri getur verið streituvaldandi. Þegar ákveðið að kasta nótinni þurfa aðstæður að vera réttar. Það bara að kasta fyrir göngustefnu torfunnar og þannig að torfan gangi inn í nótina en ekki frá henni. Hún þarf að ganga á gatnið í nótinni og ef maður hittir vel á og fær hana réttu megin í nótina þá færðu gott kast. En svo getur þú kastað og verið með
torfu alveg inn í hringnum, en ef þú kastar auðvitað þá gengur hún bara út gatið þeim sem þú snurpar og hún sér hana bara komandi bát og svo dregur hún bara nótina og ekkert í henni. Straumar hafa áhrif? Já, gríðarlega áhrif. Við sáum það vel í dag að það var mikið vesturfall og skipin voru bara að kasta vitlaust á þetta fyrst í morgun og þau ráku bara ofan á loðningunum. En svo breyttist þetta þegar að leið á daginn og fór að kasta öðruvísi og þá fórum við að loka merinni. Á uppsjávarveiðiskipum eru yfirleitt 2 áhafnir. Hér algjörlega tvöföld áhöfn. Við erum bara í 50% starfi. Hvernig skiptið þið með ykkur verkum, stýrimennir? Í raun og veru höfum við það alfarið í hendi okkar hvernig það er. Það er eina sem er ætlast af okkur er það að annar okkar sé borð, sko. Svo skiptir það í raun og veru, er það alfarið í okkar hvernig það er. Menn eru náttúrulega fylgjast bara með sínu dögum og svo er bara spurningi hvort þú tekur hálfsmánaða vinnutörn eða mánaðar og svo reyna menn náttúrulega að halda dögunum svona nokkurn veginn í jöfnum. Ég byrjaði snemma á sjó og var háseti á togurunum og svona, já, langaði að gera meira og það heillaði mig að sjá hvað skipstjórinn gerði og skellti mér í það. Og ekkert séð eftir því, ég hef alltaf haft mjög gaman að þessu. Uppsjávarveiðar gegna mikilvægu hlutverki í rekstri fjölmargra sjávarútvegsfyrirtækja og síðast en ekki síst gegna veiðar og vinnsla mikilvægu hlutverki í atvinnulífi margra byggðarlaga. Uppsjávarflotinn öflugur, þetta á bæði við skipin sem sjá landvinnslunni fyrir hráefni og skipin sem vinna aflann borð. Í þessu myndbandi kynnust við störfum vélstjóra á Berki NK en skipið sér landvinnslunni fyrir hráefni og þá kynnust við starfi batermanns á vinnsluskipinu Vilhelm Þorsteinsinni EA og einnig vinnslustjóra en við hefjum leikinn á Berki, vélstjórarnir þar eru 2. Við erum náttúrulega að sinna hér vélgæslu og viðhaldi og eftirliti með öllum vélbúnaði skipsins og svo erum við náttúrulega að snúast í kringum meðhöndlun og afla, kæla hann og sjá til að hann haldi sem bestum gæðum. Við erum með tæplega 6.000 hestafla aðalvél, svo erum við 2 ljósöðlar, önnur eru 1900 kW og hinn milli 500 og 600 kW og svo getum við notað stóru ljósöðlarna sem hjálpar afl út af skrúfu eða vantar og við getum líka siglt á henni, notað þá rafalinn sem við aðalvélina sem mótor og kúpla aðalvélinni frá skrúfu og siglt á ljósöðlinni. Ykkar starf niðri í vélinni, það að stórum hluta eftirlitsstarf? Já, það það svona stærstu hluta og síðan erum við náttúrulega að sinna ákveðnum viðhaldsverkum líka eins og bara við höfum tök á. Þannig að það töluvert í því líka en mest tími fer í velgæslu og kæling og afla og snúningi kringu lestar og svoleiðis. Þannig að hér getum við fylgst með flest öll í skipinu og stýrt sömu hlutum líka eins og dælingum úr og í lestum, sjó í lestar og kælikerfi og svona getum stjórnað hérna á vélarúmi. Vélstjórar sjá meðal annars að panta ýmsa aukahluti. Jóhann Pétur segir mikilvægt að vel sé hugsað vélskipsins. Það náttúrulega bara mjög mikilvægt. Það náttúrulega númer 1, 2 og 3 að vélbúnaðurinn sé í fullkomnu lagi þannig að hann sé eins hagkvæmur að getur verið og líka gagnvart rekstraröryggi skipsins þannig að ef að skipið viðhaldið ekki sinnt eðlilega þá náttúrulega verður skipið rekstraröryggi ekki mikið og þannig kemur niður á tekjunum þannig að það náttúrulega fyrir best að halda þessu sem í góðu lagi. Er þetta líkamlega erfið vinna að vera vélstjóri? Nei, yfirleitt ekki. Það auðvitað getum við þurft að taka á. Ég meina þetta allt stóri hlutir oft sem við erum að geta verið að glíma við sko en nei, yfirleitt það nú ekki. Menn eru náttúrulega þá notað hjálpartæki en það svona töluverð hreyfing á okkur hérna. Þetta hérna svona mörg svæði sem við förum í skipinu. Þannig að hérna, það töluverð hreyfing á okkur sem bara hollt. Kostir og gallar að vera vélstjóri? Já, þetta myndi ég segja ágætis starf sko. Það hérna,
gott starfsumhverfi, góðir vinnufélagar og góðir vinnuveitendur. En auðvitað, það náttúrulega öll störf hafa sína kosti og galla. Ég meina, auðvitað geta verið kostur, ég meina það eru töluverðar fjarverur að heiman, það getur verið ókostur, skilur, sko. En móti erum við náttúrulega með gott skiptikerfi, við eigum góð frí heima á milli og þetta er náttúrulega orðið mjög mikil breyting frá því að byrja að sjá með allir þessi nútíma fjarskiptatækni að núna eru menn alltaf tengdir, geta alltaf haft samband heim og þannig að það er töluverður munur á því. Við kveðjum nú Börk og heimsækjum næst fjölveiðiskipið Vilhelm Þorsteinsson EA. Aflinn er unnin borð og í áhöfn eru hátt 30 manns. Vélbúnaðurinn margt flókinn, takmarkið að hámarka gæðin og þar með afurðaverðið og hráefnið fer í gegnum allar vinnslulínur á miklum hraða. Það eins gott að fiskvinnsluvélarnar borð séu í lagi. Svo kallaðir batermenn gegna þess vegna mikilvægu hlutverki en þeir sjá vélarnar. Á þessu skipi eru 2 batermenn. Í vinnslu þá höfum við baklandvélstjórana hérna. Ég einn á vakt sem batermaður og svo ef eitthvað bilar mikið þá kallar maður á vélstjóra og ef það bilar ennþá meira þá ræsi ég hinn batermannin. Þannig að þetta þarf allt saman að snúast hérna? Já. Þetta þarf að snúast. Þetta er ein keðja hérna borð að allir jafn mikilvægir. Einn hlekkur bilar, þá stoppar allt. Og batermaðurinn leggur áherslu á mikilvægi þess að allir vinni saman. Það er bara mjög mikilvægt. Það er bara aðalmálið að allir vinni saman og hópurinn sé góður og annars gengur þetta ekki. Er þetta á stundum stressandi starf? Já, það getur verið það. Ef það bilar mikið, þá verðum við stressaðir. Vinnslustjórinn í grunninn háseti, en hann sér líka að taka ýmis sýni. Vinnslustjórinn sér líka skýrslugerð og þarf þess vegna að vera í góðum tengslum við skrifstofu útgerðarinnar, svo sem söludeild. Við tökum gæðaprufur úr fiskinum og fylgjumst grannt með gæðamálum í rauninni afurðarinnar frá því hún kemur borð og frá því hún til hún fer frá okkur. Og þurfum að taka sem sagt stærðarmælingar og gæðaprufur og svo náttúrulega bætast þínar ýmsu mælingar við eftir í hvað þú ert að veiða. Við getum verið að taka fitumælingar, hrognamælingar í loðnu, átumælingar í makríl til dæmis. Það er svona og sitt lítið að hverju. Fer svolítið eftir í hvað við erum að gera. Vinnslustjórinn segist þó líta svo á að allir borð séu gæðastjórar. Ef við skilum frá okkur lélegur hráefni þá náttúrulega bara segir þessi sjálft að þá fær Vilhelm Þorsteinsson á sig bara ljótan stimpil, sko. Og menn eru mjög meðvitaðir það að hámarka gæði þess sem við erum að vinna, sko. Og vinnslustjórinn hvetur ungt fólk til þess að huga að sjómennsku með tilliti til framtíðarstarfa. Sjálfur getur hann ekki hugsað sér hefðbundna 8 til 5 vinnu í landi. Þetta náttúrulega kannski hentar ekki öllum en þú veist ekki nema að pröfa það. Og það finnst mér vöntun á nýliðun í þessari stétt. Þannig að það bara hvetja fólk til að stráka og stelpur til þess að allavega pröfa, þá sjáðu hvort þetta sé eitthvað sem hentar þeim. Þetta hentar eins og ég segi, fjarveran frá fjölskyldinu hentar ekki öllum. En þess á móti að þegar þú ert heima, þá ertu heima allan daginn. Þá ertu í fríi allan tímann. Þetta hefur allt sína kosti og galla.